Forráðamenn Golfklúbbs Grindavíkur brosa breitt þessa dagana enda hafa ríka ástæðu til. Þeir voru að ljúka samningum við Bláa lónið og Grindavíkurbæ að ljúka framkvæmdum á Húsatóftavelli. Bláa lónið kemur með 40 milljónir og Grindavíkurbær 10, já hérna. Og markmiðið er einfalt hjá þeim Grindvíkingum. Þeir ætla að vera með besta völl á Íslandi árið 2017. Það er ekki oft sem að golfklúbbar fá 50 milljónir bara hérna að gjöra svo vel og kláriði völlin. Nei, það er satt. En þetta er þó í annað skipti sem Grindvíkingar fá 50 milljónir. Má hlæja því, en svona er þetta. En þeim var nú ágætlega að vari og þið byrjuðu nú á miklum og flottum breytingum hérna fyrir 6 árum eða cirka síðan, 2008. 2008, þá byrjum við á þessu og þetta er bara lokahnykkurinn á því verkefni. Nú klárum við völlin, komum völlinum í það útlit og það stand sem var lagt á stað með 2008, klárum bílastæði, við erum komin í nýja skála, við erum að verða bara fullorðinn 18 hólu golfvöllur. Já, Grímur, hvernig horfið þið þið horfið á golfið svona, í smá tengingu við Bláa lónið? Já, við okkur líst mjög vel á að hafa gengið til samstarfs við golfklúbbinn og Grindavíkurbæ að byggja upp golfvöllinn hérna í Grindavík og gera hann að vorandi einum af bestu golfvöllum landsins. Við erum að horfa á þetta bæði sem samfélagsverkefni og einnig sem ákveðin ávinning fyrir okkur vegna þeirrar uppbyggingar sem við stöndum núna við Bláa lónið. Við erum að fara að byggja þar mikið glæsilegt hótel og orðum til þess að þetta getur orðið afþreyingarvalkostu fyrir okkar gesti sem þar dvelja. Það þykir ekki slæmt að vera með góða tengingu við þeir að byggja lúxushótel og eru með þennan vinsæla stað. Það er góður plús, getur við sagt, að vera með svona nána tengingu við golfvöll bara í næsta nágrenni. Já, við munum horfa á Húsatóftavöll sem heimavöll Bláa lónsins, svo má segja. Og þetta er þetta mjög spennandi verkefni. Völlurinn fullbyggður verður stórglæsilegur, mjög skemmtilegur, sérstakur, íslenskur og við sjáum þetta sem mjög kærkomna viðbót og spennandi viðbót við það þjónustuframboð sem verið að þróa hér á svæðinni kringum Bláa lónið. Þið hefðu komið hjá Grindavíkurbæ mjög myndarlega að þeim hérna hjá golfklúbbnum á undanförnum árum. Já, við byrjum 2008, þá var gert þetta samkomulag við klúbbinum að byggja 5 nýja brautir og þá verða 18 hólur. Í framhaldi af því þá taka þið til við að byggja hérna veglega golfskála og við studdum við það og núna erum við þá ásamt Bláa lónið að koma að þessum lokametrum í að gera völlina glæsilegast á landinu. Hvernig horfið á þetta? Er þetta styrkur fyrir samfélagið og atvinnulífið? Já, þetta golfklúbbur Grindavíkur er bara öflugt félag í sveitarfélaginu og við reynum að styðja við íþróttalífið í Grindavík. En golf líka er mikill segull fyrir ferðaþjónustuna, þannig við lítum á þennan völl hérna og þetta sem er að byggjast upp sem mikil hluta af afþreyingu í sveitarfélaginu. Og við höfum verið að vinna því og ekki síst í samstarfi Bláa lónið að byggja Grindavík upp sem framúrskarandi ferðamannastað og reynum að tengja það þá við Reykjanes geopark. Og hérna verður þá geogolfvöllur, hérna verður hægt að skjóta á milli heimsálfa. Og ég held að það hljóti að vera mikið aðdráttarafl fyrir okkar gesti. Þannig að þið hefði átt gott samstarf líka við Bláa lónið og þið eru að taka mjög virkan þátt í öllu þessu þannig að þetta verður mjög myndalegt. Já, þessi innspýting sem félagið er að fá núna í uppbyggingu á völlunum er mjög mikil og ég held að það sé nú ekki margir klúbbar sem búa að svona miklum stuðningi eins og þeir eru að fá núna í gegnum Bláa lónið og Grindavíkurbæ. Og við höfum verið að vinna mjög mörgum góðum verkefnum í samstarfi Bláa lónið. Bláa lónið hefur tekið þátt í stígagerð hérna í sveitarfélaginu og vinna með okkur í geoparkinum og það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa sterk fyrirtæki í sveitarfélaginu eins og Bláa lónið og eins og við höfum haft hérna lengi í sjávarútveginum. Við erum framúrskarandi í sjávarútvegi og erum framúrskarandi í ferðaþjónustu og þá þarf að vera gott samspil á milli fyrirtækjanna og sveitarfélagsins. Fiskibær og ferðaþjónustubær? Já, við ætlum að vera krútlegt sjávarútvegsþorp með frábæra ferðaþjónustu. Spennandi að vinna með Bláa lóninu og náttúrulega ég veit að þið hefur átt gríðarlega samstarf með bæjarfélaginu en Bláa lónið er að koma ofsalega sterkt í hérna inn. Já, þetta er stórkostlegt eins og ég er búinn að segja, án félaga væri enginn golfklúbbur
og án stuðnings fyrirtækja væri engin framvinda í þessum dýrari verkefnum. Svona litli klúbbar eins og golfklúbbur Grindavíkur mun aldrei geta fjármagnað svona stóra framkvæmdir einir og sér. Og stuðningur Bláa Lónsins við þetta tiltekna verkefni ánast sér náttúrulega trúlega ekki hliðstæðu á landinu. Ég tel ekki. En þið náttúrulega eru líka með þessu sjáið að enn í framtíðinni þá getið gert ráð fyrir meiri tekjum af kylfingu sem koma hingað í heimsókn en ekki endilega félagar í golfklúbbnum, ferðamenn og fleiri. Nákvæmlega, og það náttúrulega það sem að er bara, hvað ég maður segja, sem bara í gangi í samfélaginu, ekki bara á Íslandi, það er þessi ferðamennska, fólk vill fara og prófa eitthvað annað en það þekkir. Við þurfum að bjóða og Íslendingar og golfvellir á Íslandi geta boðið kylfingum allstaðar áður heiminum upp á eitthvað einstakt. Í Grindavík bjóðum við þeim að spila með sjónum, spilin í hrauninu, sláum milli heimsálfa. Þannig að sko það er gríðarlega margir punktar sem er hægt að selja.